Sæli veriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Ívar hér. Í dag ætlum við að nýta Emerger flugu sem að ég hef þá nokkuð mikið dálæti á og hefur virkað ágætlega fyrir mig. Og við erum að nýta þetta á krók númer 14. Ég vil ekki vera að nýta þetta mikið smerra, ég á þetta niður í 18 þá þurfum við að zooma miklu meir inn og eitthvað svona vesen. Þetta sem sé RX Emerger númer 14. Tvinnin sem við erum að nota í þetta, það sem sé, hérna, ég sýni ykkur hann bara hérna. Hann sem sé Semperfry Professional Nanosilk, hann 20 dennir. Þetta mjög fínn þráður. Og í búkinn á þessari flugu, þá erum við að nota svona tilbúnar, kills, bakery kills. Tilbúnar fanir. Það ég með hérna gæja af því. Og þetta sjálflímandi, þetta náttúrulega þægilegt að vinna með mörgu leyti. Og ef við skellum hérna niður, svona séu við. Förum með þetta hérna, það á nokkuð aftarlega. Þá verður búkurinn brúnn, glær og svartur. Bara blanda, við rosalega náttúrulega flott. Og förum sem sé með þetta. Svona, sjá. Við sjáum svo hvernig búkurinn hérna dökknar. Ljós hérna aftan dökknar svona fyrir framan. Og þannig á þetta efni að virka. Þetta skiptir lit. Eins og við sjáum þið Þetta zooma þetta aðeins frá hérna. Og skiptir litskipting í þessu. Það brúnt, glært, svart, glært, brúnt. Þannig að þetta nokkuð skemmtilegt efni hvað það varðar. Þetta gefur nokkuð náttúrulegan gefur náttúrulega áferð og náttúrulega liti einhvern veginn. Það verður alltaf svona buggy eða glansandi eins og búkur á skortýri. Svo má okkur aftur hérna inn, þannig að sjá hvað erum að gera. Svo með þetta fá okkur í fókus. Já, vel á minnst, meðan ég man, ég búinn að opna hérna reikningin á einhverju sem heitir Buy Me a Coffee. Þar getið þið, ef þið viljið, það ekkert eins og við segjum hafa neitt áskrift eða neinu slíku, heldur þetta bara síða til þess að styrkja rásina ef þið viljið. Þið farið bara inn á linkin sem hérna, hann í lýsingun á vídeónu líka. buymeacoffee.com/flugusmiðjan flugusmiðjan. Þar getið þið keypt kaffi handa mér og þá styrkið þið rásina. Það eru nokkrir búin að styrkja rásina. Það það að velja upp að hérna. Svona. En þetta eins og við segjum ekkert sem eitthvað háður neittni áskrift eða neinu og ég fyrir ekki inn fílu þá kom ekki inn mikið til að byrja með. Og þetta ekki eins og Patreon, ég þori ekki að fara í það, en það engin ástæða til, það svo mikið að nýturum á YouTube að ef ég færi að fara á Patreon þá bara finnið þið bara einhvern annan nýtara. Fullt af erlendum góðum nýturum líka. Þannig að það bara, já. Ég allavega svo stöddu þá ætla ég ekki að fara að rukka fyrir þessi myndband. Snirtu þetta hérna til, þetta passa okkur að gleypa ekki þráðinn, það verður nú kóruna veiru allt. Förum við þetta hérna fram. Og svo kemur svona þórax eða vængkylki á hann hérna. Svona. Og getur vera mikið stærra en þetta. Ég vil ekki hafa það of stórt. Og Emerger flugur eru fínar í það þegar þú sér fiskinn verið að taka undir yfirborðinu. Hann ekki að taka með henni og láta einhvern splass eða neinu. Heldur þú sér það letilega tökur, þá hann að súpa púpur í yfirborðinu sem hafa flotið upp og eru komnar á þetta stig í klakinu.
Því næst þá notum við CTC fjöður sem hérna frá Vineyard, svona Super Select CTC. Ég ætla að nota gráa fjöður í þennan. Getum nota hvíta eða hvernig sem ég vilja á litin. Og við tökum hérna svona hluta af þessu allavega í burtu. Svona kannski. Ég klippi fjöðurina bara hérna því við notum sem sé þetta í vængstubbina á henni. Og hitt restina af fjöðurinni hægt að nota bara í aðrar flugur. Það að segja að nota þetta CTC sem afgangsirna í annað. Og þá kemur það allra skemmtilegast í heimi. Það að móta CTC hérna vængstubbin. Og hann má standa svona, já, doppið út úr. Það þetta hérna, þannig að séum alveg með þetta fast. Svona. Betra að byrja á honum frekar löngum. Svona. Svo tökum við hann hérna upp úr þessu og lögum hann til, sjáu þið. Þetta dálítið svona, þið eiga að stjórna efninu en ekki efnið ykkur. Og þá getið dregið hann í þann stað eða í þá lengt sem þið viljið hafa hann í. Og mér hefur reynst ágætlega að hafa þetta svona, hvernig svona. Stundum lengra, stundum styttra, bara svona, þetta smekksatriði líka dálítið. Nýtum þetta niður alveg þéttingsfast og það getur verið að flugan nái að fljóta, að þetta CTC að nota í þurrflugu líka, kanardulkokk, þeir sem séum á fitukirtils, fjöður úr öndinni, maður sem fæst í kringum fitukirtilnánu og þar að leiðandi mikil fita í henni og hún flýtur. En þessi fluga sennilega hangir á flotin hann næstum því á fjöðrinni, sem þýðir að bara krókurinn og krægin fyrir neðan vatnið, eða sem sé fyrir neðan yfirborð. Svo nýtum við bara búandi lítinn haus á hann hérna. Það svo sem allt lagið, þið viljið setja vafning fyrir framan, ég ætla ekki að gera það í þetta skipti, bara gera whip finish eða endanótin. Þetta kannski full stór haus á svona litla flugu en ég lofa eitthvað því hún veiðir. Ég er búin að veiða hellinga á þetta í Sauðlaugarstöðunum og fleiri stöðum þar sem við bleikja á sérstaklega á þessum tíma þegar hún er í yfirborðinu að súpa púpur. Við ætlum að nota bara pínu lítið af hérna svona Solaris Bond Cure lakki. Bara rétt svo smit á hnútinn. Við ætlum ekki að þyngja þessa flugu neitt meira heldur en þarf. Þá erum við að tala bara hérna svona mjög nákvæmt. Þannig þið sjáum líka að bustin á þessum Solaris Gaia frekar mjór, sjáum við hann hérna, og mjög auðvelt að eiga við hann með mjög, eins og við sjáum hérna hárin á þessu, þetta mjög mjótt og gott að vinna með. Allavega þetta eins og staðin hjá mér í dag uppáhalds, en það getur breyst, allt breytingum allt. Þá bara ljósið á þetta til þess að herða hnútinn og þá þessi emerger hérna klár. En ég bara, eins og ég segjum, þakka kærlega fyrir áhorfið. Þið megið endilega gerast áskrifendur á ráðsynni, deila vídeóinu og setja like. En þangað til næst,